Nú komin upptaka í gang og þá ætla ég að fara yfir gamalt lokapróf og útreikninga í því. Það undir efni og það er kafli hérna sem heitir Gömul próf Vélskóla Íslands. Hér sem sagt síðasta lokapróf, þið opnið það og þá fáið þið þetta hér. Þetta PDF-skjal. Og hér höfum við sem sagt fyrstu spurninguna og þið sjáið þetta skipt svona eins og áfanginn var tekinn. Það byrja á því að spyrja rafalana. Svo koma sem sagt mótorarnir og síðan sem sagt spurt út í verklegu æfingarnar og svo innfasa mótorinn eða innfasa mótora. Svo þetta hefðbundin uppsetning á þessum prófum þannig. En rennum í gegnum þetta hérna. Hér spurt ef rafali hefur 36 gráðu póldeilingu og þið munið eftir töflunni, þið þurfið aðeins að rifja þetta upp hvernig þið reiknið þetta út. Í efninu það líka svona tafla, það hérna neðar, það töflur, skilgreiningar tákna og hér svona tafla fyrir póldeilingu og póla og þá hérna, það svona Excel-skjal sem að þið getið þá endilega farið í það að æfa ykkur í því að reikna þarna á milli þessara stærða. Að hérna höfum við þessar töflur og svona til að átta okkur á stærðarhlutföllunum í rafalunum og hugtökunum í þessu. Hér talað ef rafali hefur 36 gráðu póldeilingu. Skoðum hérna 36 gráðu póldeilingu. Það hérna, póldeilingu hérna 36 gráður hérna. Að þá hefur hann, þá sjáum við hérna það eru pólpör, það boðið upp á pólpör hérna og þá sjáum við hérna í pólpörum, þá hefur hann 5 pólpör og þá það svarið. Og næsta spurningin hér, hve margar rafmagnsgráður? Ég ætla að sjá hvort að þetta fer ekki núna. Já, hve margar rafmagnsgráður myndar rafali í einum snúningi ef hann hefur 2 pólpör? Ef hann hefur 2 pólpör, hérna eru pólpör 2 og þá í einum snúningi þá myndar hann 720 rafmagnsgráður. Og þá þetta svar hérna. Svo hérna, þá þetta hér. Já, þá lítur þetta svona út. Og það var 5 pólpör hérna sem að rafalinn með 36 gráðu póldeilingu hafði og síðan komu 720 rafmagnsgráður ef hann var snúið 1 snúning og hann var með 2 pólpör. Ok, næsta spurning ef 3 fasa rafali stjörnutengdur, þá í stjörnutengingunni þá mismunandi fasaspennan ekki sama og aðalspennan. Aðalspennan hærri og þá fasaspennan, hún aðalspennan deilt með rótina 3. Og en hins vegar, ef það væri spurt þríhyrningstengingu, hér spurt stjörnutengingu, þá það næsta svarið rétt, en ef það væri spurt þríhyrningstengingu, hvað þá rétta svarið? Í þríhyrningstengingu þá fasaspennan sama spenna og aðalspennan. Ok. 1,4 sleiturhringjarlausum rafala með sísegul rafala stillist segulmagnastraumur
það er að jafnstraumi frá síseglum í húsi rafans, það er ekki síseglu í húsi, þeir eru á ásnum, snúast. Jafnstraumi í segulpólum í húsi rafalans, já, við sendum hérna straum, sjá, hvar er nú skjalið hérna, að hérna höfum við það, að hér þegar við erum með segulpólana, þeir segulmagna rafalan og segulpólarnir eru fastir í húsi rafalans, þar sem að segulmagna straumurinn, hann er settur inn á, jafnstraumur, til þess að framleiða með hærri segulmagna straum í segulmagna rafalanum sem er á snúðunum, það sem að pólhjólið er. Þannig að í sleiturhringjalausum rafala, það er ekki konungsleiturhringir, hann er sleiturhringjalaus og hann er með sísegulrafala á endanum og þetta er eins og Stamford-rafalinn sem við kallaður í bókinni. Og þá stillist segulmagna straumurinn á jafnstraumnum í segulpólunum í húsi rafalans með því að auka segulmagna strauminn í þessum segulpólum. Þá hækkar spennan út af rafalanum, með því að minnka segulmagnastrauminn í segulpólum í húsi rafalans, þá minnkar spennan út af rafalanum. Þannig að þetta er það eitthvað í þessu. Ok. Í 1.5 er síðan hérna hvernig við færum launafl á milli rafala sem eru tengdir sömu safnteymum. Það er með því, sem sagt, launafl. Þá erum við að tala að við þurfum að breyta sem sagt launstraumnum á milli rafalana og þá höfum við áhrif á segulmagnastrauminn og þá segir hérna auka segulmagnastrauminn á öðrum þeirra og minnka á hinum. Yfirleitt er einn rafali sem að ræður spennunni, en það er sem sagt spennustýringin sem að er þá að senda inn ákveðin segulmagnastraum svo að sé rétt spenna. En með því að hafa áhrif á segulmagnastrauminn, þá getum við jafnað launaflinu, sem sagt Q, það er launafl, jafnað því á milli rafalana og það er gert með því að auka segulmagnastrauminn á öðrum þeirra og minnka á hinum og hérna erum við með það er þetta hér. Þá erum við að láta að framleiða mismunandi mikinn launstraum og í blandaða álaginu þegar við vorum að taka fyrstu æfinguna með samfélsunni hérna út í stofu 106 að þá vorum við með blandaða álag, við vorum með þess að spanálag og í fyrstu þá framleiddi rafalinn 1 ekkert launafl, rafalinn 2 tók á sig allt raunafl vegna þess að hann var með sjálfvirka spennustýringu og með því að auka segulmagnastrauminn á rafala 1 að þá minnkaði rafalinn 2 sjálfkrafa segulmagnastrauminn hjá sér. Þannig að þá passaði hann upp að spennan yrði alltaf rétt. Hann var alltaf þá 400 volt. Og þannig jafnaðist launaflsframleiðslan á milli rafalana. Ef það væri spurt bara afl, þá er að tala raunafl, sem sagt P. Ef það væri að tala raunafl, að þá myndi við vera að auka við óskgildi snúningshraða á öðrum annarri aflvélinni og minnka á hinum. Það er sem sagt þarna verið að færa P raunafl á milli rafala. Ef að væri spurt það. Þá er það sem sagt að breyta óskgildi snúningshraða. Ok, og það er rauninni olíugjöfin á dísilvélum.
eða við erum að breyta sem sagt í olíuverkinu sem sagt óskildinu eða já, auka við snúningshraðan eða minnka við snúningshraðan með sérstökum mótor. Síðan, hérna í 1.6, hér spurt ef þriggja-fasa rafali þríhyrningstengdur, þá er að spá í hver mismunur á fasastraum og aðalstraum. Við þríhyrningstengdan rafala þá fasastraumurinn, aðalstraumurinn, deilt með rótina af 3. Aðalstraumurinn deilt með rótina af 3. Ef við erum með stjörnutengingu, ef væri spurt stjörnutengingu, þá væri fasastraumurinn sami straumur og aðalstraumur. Þá væri þetta hérna þar. Rétt. Ok. Skoðum hérna næsta, 1.7. Hér þriggja-fasa rafali gefið straumurinn sem hann sendi frá sér. 2432 ampere. Raunaflsstuðullinn, hann hérna 0,81915. Spennan gefin 400 volt. Og við eigum að reikna launafl, raunafl og sýndarafl rafalans. En þetta yrði í rauninni kannski bara beðið eitt af þessu hérna. Það svo mikið vinna á bak við þetta, ég gerir ráð fyrir að verði bara beðið eitt. En ekki vera að teikna hérna vektoramyndir og senda það inn, þetta tekur líka allt of langan tíma að vesenast í því. Vektoramyndirnar, við fórum að gera það í vetur og höldum áfram í því í næsta áfanga, þannig að við reyndum að þjálfa í þessum áfanga og ég ekki að fara fram á það í lokaprófi. Það fer allt of langur tími. Hér erum við þá að byrja því að fá fram hvað fasvikið. Ef raunaflsstuðullinn gefinn, þá getum við fundið fasvikið. Cos V á 0,81915 og setjum það í cos í mínus fyrsta veldi, fáum að það 35 gráðu fasvik á álaginu sem að rafalinn að framleiða inn á. Og síðan höfum við upplýsingar til þess að geta reiknað út sýndaraflið. S, það spenna 400 volt, straumurinn var gefinn og rótina 3. Þá höfum við sýndaraflið. Þá það 400 sinnum straumurinn sem var gefinn, sinnum rótina 3. Þá fáum við að þetta 1,68 megavolt ampere. Það sýndaraflið. Launaflið, Q-ið, það þá þurfum við að taka sínusinn af horninu til þess að reikna þá. Og það þið hafið þá formúlublaði, þið eru með spennan, sinnum straumurinn, U sinnum I, sinnum rótina 3 af því að þetta þriggja-fasa. Það stendur hérna strax þriggja-fasa rafali, rótina 3, sinnum sínusinn af horninu af því að þetta Q. Það launaflið. 400 volt, 2432 ampere, sinnum rótina 3, sinnum sínusina 35 gráðum fasvikinu. Og þá fáum við, þetta 0,966 megavolt ampere reaktív. Og þá bara eftir að reikna raunaflið, að þá höfum við spennuna, strauminn, rótina 3 og raunaflsstuðullinn, sem að var gefinn. Við getum notað hann beint. Passið ykkur á einu, ekki taka kósinus af svona lítilli tölu. Það oft þegar maður menn að gera svona klaufaveitlur með því. Bara notið raunaflsstuðullinn beint eða segið kós af 35 gráðum. Þannig þurfum við að passa okkur að gera þetta rétt. Spennan 400 volt sinnum, straumurinn 2432 ampere, sinnum rótina 3, sinnum raunaflsstuðullinn 0,81915. Þá sá út að þetta 1,38 megavött raunafl. Og þá sem sagt
sýnir vektoramyndin okkur hvernig þetta skiptir sér. Sýndaraflið er 1,68 megavoltampere, raunaflið er 1,38 megavött og Q-ið, launaflið, er 0,966 megavoltampere reaktív. En við förum ekki í vektoramyndirnar í prófinu. Það er allt of langur tími sem að fer að gera það. Það yfirgreifst mikið prófum, sleppum því. Hvað þarf launálag rafalans í dæmi 1.7 að minnka mikið til þess að fasrikið lækki í 15 gráður við óbreytt raunafl? Sko, þá er bara að nota gráðubogann og athuga hvað eru með 15 gráður og aðeins að átta okkur á þessu og við höfum sama raunaflið. Raunaflið er óbreytt. Það var 1,38 mega, já. Og þá þurfum við bara að ganga út frá nýja horninu. Og hvaða upplýsingar eigum við? Við vitum sýndaraflið, við vitum raunaflið og þá nýja hornið. Þannig að við þurfum að átta okkur á því hvað endum við í sýndarafli með nýja horninu. Jú, við getum með því að snúa þessari formúlu hérna, sem sagt cos-phi, er yfirleitt þannig cos-phi saman sem P deilt með S. Nú færum við S-ið hingað, víxlum á S og cos-phi. Og þá segjum við raunaflið deilt með kosinus af nýja horninu, 15 gráður. Og þá fáum við endum með 1,43 megavoltampere. Aha. Og þá reiknum við út nýtt launafl, Q, nýtt Q. Og þá segjum við að við vitum nýja sýndaraflið, við vorum að reikna það út. Notum það sinnum sínusinn af nýja horninu, sinnum sínusinn af 15 gráðum. Og þá fáum við að þetta verður, eftir breytinguna, þá verður þetta 0,369 megavoltampere reaktív. Eða 369.828,24 voltampere reaktív. Og þá þurfum við bara að athuga mismuninn á hvað var Q-ið fyrir og hvað verður eftir breytinguna. Þá að Q-ið fyrir var 0,966 mega en verður 0,369, þannig að breytingin er 596,6 kilovoltampere reaktív. Þannig væri hægt að gera þetta. Þeir skulu bara reikna þetta í gegn og svo kannski förum við í gegnum einhvern veginn öðruvísi spurningu næst og svo þetta er bara æfing. Og svo æfið ykkur líka á dæmum í kaflanum. Svo kemur kafli mótora. 3-fasa reynslusmótorar, sem sagt, það er spurt þegar að skammhlaupsmótor er keyrður álagslaus, segir virkar hann sem hreint launálag. Það er kannski ekki alveg, það má bæta við að það er smá raunálag líka. Virkar hann sem hreint raunálag? Nei, alls ekki. Nýtni hans góð? Nei, mjög slæm. Svo segir virkar hann mest sem launálag og lítið eitt sem raunálag. Það er það sem er rétt í þessu. Og hann virkar mest sem launálag, lítið eitt sem raunálag. Það er bara smá svona tómgangstöf í honum. Svo er spurt hvað gerist þegar álag á skammhlaupsmótor eykst úr málvægi í hámarksvægi. Hvað er gefið segulsvið í snúðunum veikist? Nei. Það eftir að aukast. Mótspennan í sátri eykst.
Nei, mótspennan í sátri minnkar. Já, það er málið. En tíðni snúðspennunnar, hún myndi aukast, þannig að neðsta er vitlaust. Þannig að þetta er það sem að veldur auknum straum, aukinni straumtöku mótorsins, er það að mótspennan í sátrinu minnkar. Þetta er svolítið fræðileg spurning. Þetta er kannski svolítið erfitt. Þannig að en við höfum aðeins rætt þetta kannski í samband við mótorna. Það gerist við álag. Við förum betur í þetta bæði í næsta áfanga örlítið og síðan líka í síðasta áfanganum. Það er aftur farið í rafala mótora og farið dýpra í þá. Þannig að þetta er svolítið erfið spurning á þessu stigi. Næsta mál á dagskrá er 2.3. Með stjörnuþríhyrningsræsingu þá má gera ráð fyrir að ræsistraumurinn lækki í 1 á móti rótina 3 ræsistraumsgildi beinræsingu, nei, í 1/3 af ræsistraumsgildi við beinræsingu, já. Það er rétta svarið. Hitt er allt rangt. Það lækkar niður í 1/3, 1 á móti 3 af ræsistraumsgildi við beina ræsingu. Ok. Og síðan næsta ræsivægi skammhlaupsmótors í beinni ræsingu það er rúmlega 2-falt málvægi. Við sjáum þetta aðallega í töflum. Nú er þið með öll gögn, þannig að það er svona 2,4 eða eitthvað slíkt. Og þetta er alltaf rangt að öðru leyti og þannig að við sjáum í 2.3 og 2.4 að hér er sem sagt ræsistraumurinn lækkar í 1/3 af ræsistraumsgildi við beina ræsingu og ræsivægi skammhlaupsmótors í beinni ræsingu er rúmlega 2-falt málvægi. Og í skjalinu sem við vorum með inn á innunni, það er undir töflur og skilgreiningatákna, þar er ég með stuðningshefti og þar ég finna töfluna sem er þar. Ég held að það sé örugglega mótortafla ég hélt ég hefði sett hana inn. Er það vitleysa í mér? Ég hef sett mótortaflu hérna. Nei, það er rétt. Það er mótortafla hérna. Sjáu þið. Hér er verið að tala sem sagt vægið. Sjá hvort ég get fært þetta. Nei, aðeins að færa mig hér. Ég ætla að reyna að já, hérna fæ ég þessar stillingar. Sem sagt, að til þess að sjá hvað er í beinni ræsingu. Hér er vægið og hér er beinræsing. Það er sem sagt TI inertia, sem sagt byrjunin upphafs á móti T nominal, móti mál vægi. Þannig að þetta ef við tökum til dæmis mótor sem er 2,2 eða hvað segjum jú, við sjáum að þetta er það bil 4 kW til dæmis Hér höfum við á 4 kW mótor, hann sem 26,5 Nm og ræsivægið tork ræsivægið, það er 2,5 faldur.
Þetta svona, þetta 2 sinnum, yfirleitt hérna, 2 sinnum, fer upp í 3 sinnum hérna. Þannig að þetta svona, og þetta rúmlega 2-falt málvægi yfirleitt. Þetta einhverjum mótorum hérna rétt niður, en oftast þetta rúmlega 2-falt málvægi. 2,5, 2,8, 2,4 ástæður. Þannig að þetta rúmlega 2-falt. Svona almennt. Það ræsivægi skamlegsmótors í beinni ræsingu rúmlega 2-falt málvægi. Þetta mjög gróft. En mér minnir þetta komið líka þannig fram í bókinni. Síðan varðandi pólskipta mótora. Pólskipti skamlegsmótorar, þeir notaðir til að fá fram mismunandi hraða. Þess að það getur verið með 2 póla eða 4 póla eða eitthvað svona mismunandi póla. Þannig að þá fáum við 2 mismunandi hraða. Oftast, það algengustu mótorarnir. Og þeir skiptast í dalandi mótor, annars vegar, og hins vegar hinn flokkurinn mótorar með pólskiptir mótorar með 2 aðskildum vöfum. Þannig að það eru 2 sátur í sama mótor, alveg aðskilin. Þannig að það eru 2 konar týpur til. Svo kemur hérna reikningsdæmi 6. Hér mótor 30 kW, 4 póla, 50 rið, snúningshraðinn 1465 snúningar á mínútu við fullt álag, nýtni 90,7%, raunaflsstuðull 0,85. Það verið að biðja reikna straum og sýndarafl frá 400 V neti við fullt álag. Skoðum það. Sýndaraflið, það nú það. Það hægt að gera það eftir á. Fyrst þurfum við eiginlega að finna út strauminn. En þannig að við þurfum eiginlega að finna aflið inn. Við getum ekki reiknað út frá þessum að stendur hérna 30 kW. Af hverju ekki? Jú, þetta aflið út. Þetta það sem að skila frá sér snúningsvægið og það var hægt að reikna það út frá þessu. Þetta vélrænt afl, 30 kW, sem að breytir úr raforku eða rafafli í vélrænt afl. Þannig að við höfum að reikna hvað aflið inn og það nýtnin gefin, þannig að við getum reiknað út frá því. Þetta 30 kW og við höfum nýtnitöluna, þannig að við snúum formúlunni fyrir nýtnina. Nýtni aflið út, þetta aflið inn. Þetta grunnformúlan. Síðan, ef við þurfum aflið inn, þá víxlum við á þessum nýtninni og afliðinu inn. Þá það aflið inn sem aflið út deilt með nýtnitölunni. Þá segjum við að deil með 100 hérna, það verður þetta 0,907, deilum við 0,907 og fáum, það að við þurfum meira afl inn til þess að það geti skilað 30 kW. Þannig að við höfum 33.076 vött. Og þegar við vitum aflið inn, þá getum við reiknað strauminn. Því að við vitum spennuna, við vitum kós-fí, það líka gefið. Þannig að þá þetta grunnformúlan fyrir raunaflið, P, þryggjafasa, það Ö sinnum I sinnum rótina 3 sinnum kós-fí. Og þá höfum við þá tölu hérna og notum hana beint. Þá snúið einangur strauminn, straumurinn saman sem raunaflið inn 3376 deilt með spennunni, rótina 3 og raunafstöðin 0,85. Fáum 56,17 ampere. Og við strauminn. Það var beðið hann, reiknaði strauminn og sýndaraflið. Nú getum við reiknað sýndaraflið af því við vitum strauminn. Þá vitum við strauminn, spennuna og notum við rótina 3. Spennaveggjörn 400 volt sinnum straumurinn 56,17 sinnum rótina 3
fáum 38,9 kilovolt ampere. Þá er það komið. Þið æfið ykkur á þessu og þá er næst sem sagt spurning varðandi tengingu mótorsins. Spurt er, útskýrðu merkinguna 400/690 volt varðandi tengingu mótorsins. Og getum við sagt, lægri spennan á við þríhyrningstengingunni, sem sagt fasaspennan sem hann þolir, spenna fyrir hvert fasa er 400 volt. En við getum stjörnutengt mótorinn og tengt hann við 690 volta kerfi. Sem sagt, þannig að við svörum þessu svona að fasaspennan er 400 volt og mótorinn getur stjörnutengst við 690 volt. Það þýðir í rauninni að við getum þríhyrningstengt mótorinn við 400 volt spennu eða stjörnutengt mótorinn við 690 volt spennu. Og þá er hann alltaf með 400 volt fyrir fasa í hvorri tengingunni sem er. Þannig að fasaspennan er 400 volt. Og þegar við erum með svona spurningu, alltaf gott að teikna upp sem sagt báðar tengingarnar. Þríhyrningstengingu og stjörnutengingu. Og átt að segja þessu, skrifa spennurnar inn á og þá erum við alveg með þetta á hreinu. 2.7. Við áttum að halda áfram með dæmið þarna 2.6. Við höfum alltaf að reikna hlutfallslega skrikun mótorsins við fullt álag. Það var gefið upp hérna snúningshraði við fullt álag 1465 snúningar á mínútu. Þannig að þá notum við formúluna, já við reiknum út af því að hann er 4 póla, 2 pólpara, reiknum við hérna samfasa snúningshraðan, NS. 50 riðin, 50 sem 60, deilt með 2 pólpörum og við erum með 1500 snúningar á mínútu. Það er samfasa snúningshraðan, svo drögum við frá snúningshraðan við fullt álag 1465 og deilum aftur með samfasa snúningshraðan 1500. Þá fáum við út hlutfallslega skrikun. Ef við ættum að svara bara í skrikum í snúningum á mínútu, þá væri það bara mismunurinn á 1500 snúningunum og 1465. Það væri bara 1500 mínus 1465. Fengjum út það í snúningum á mínútu. En stundum beðum hlutfallslega skrikun. Þá notum við þetta og þá vitum við náttúrulega þurfum við að hafa samfasa snúningshraðan og þá gerum við þetta svona. En þarna erum við sem sagt værum við með 35 snúninga á mínútu ef þetta væri bara skrikun í snúningum á mínútu ef það væri beðið um það. Ok. Þá er það næsta 2.8. Við erum að reikna launafl, það er Q, launafl mótorsins í dæmi 2.6. Launaflið, það er þá hérna, við fengum raunaflsstuðulinn gefinn. Út frá því getum við fundið fasvikið, þá er það 31,79 gráður og þá getum við tekið sínusinn af horninu því að þurfum að gera það þegar við reiknum út launaflið Q. Við höfum spennuna, við reiknum út strauminn áðan, 56,17, sinnum rótin af 3, sinnum sínusinn af 31,79
og þá fáum við 20,5 kW reaktív. Það launaflið, Q. Þá skoðum þetta rækilega og þá komið að spurningum og verklegum æfingum. Hér spurt varðandi samkeyrslu rafala. Þetta úr fyrsta verkefni sem við tókum. Við höfum að útskýra hvaða áhrif aukið spanálag hefur á segulmagnastraum miðað við aukið raunálag. Ef við aukum raunálag þá þurfum við örlítið meira að bæta við segulmagnastrauminn svo að spennan haldist uppi. Við þurfum bara miklu meira segulmagnastraum ef við erum að auka spanálag heldur en raunálag. Það vegna þess að segulsviðið í sátrinu við spanálag vinnur á móti seglun pólhjólsins. Og við skulum skoða hvað ég segja hér varðandi það að þá segjum við til þess að halda framleiddri spennu stöðugri þá þarf að auka segulmagnastrauminn meira við spanálag heldur en raunálag vegna sátuspyrnunnar. Já, í rauninni væri bara nóg svar að segja bara að þarf að auka segulmagnastrauminn meira við spanálag heldur en raunálag. Það svona grunnurinn að þessu. En sem sagt, ef að útskýra þetta, þá það útskýring að það væri vegna sátuspyrnu. Og það rauninni, það segulsvið frá sátrinu sem að vinnur á móti seglun pólhjólsins. Ok. Varðandi næstu spurningu, útskýra hvað áhrif það hefur á spennu frá rafala ef sambandið rofnar inn á sleiturengi. Það bara missum við segulmagnastrauminn og þá bara hættir hann að framleiða spennu. Já, spennan út verður 0 volt. Það málið. Ja, því sem næst. Framleiðir bara á segulleifum. Það svo sem örlítið spenna, hugsanlega. Síðan kemur meira úr verklegum æfingum. Hvað hefur mótor marga póla ef hann snýst 685 snúninga við fullt álag við hittir rif? Já, við getum farið í gegnum töflurnar til dæmis póla, nú hafið þið öll gögn, þannig að þið eru fljótir að skoða það. Og við getum hins vegar reynt að reikna þetta út og fundið að næsta stærð samfastasnúningshraði liggur þarna fyrir ofan þegar við erum með 8 póla rafala. Eða mótor segi, þetta mótor. Það lækkar snúningshraði niður í 685 snúninga við fullt álag, en þá þetta 8 póla mótor. Við skoðum 8 póla, hvað þá? 8 pólar, 4 pólkur, þá erum við með 750, það samfastasnúningshraði. Samfastasnúningshraði með 750, þá lækkar hann úr 750 snúningum niður í 685 snúninga á mínútu. Það 8 póla. Ok. 3, 4. Hvað það? Já, hérna sem sagt mynd. Gæti verið svona einhverja 2 svona myndir af einhverju úr rafkerfi.
svona tákn, einhverjar tvær eða þrjár myndir af raftáknum. Hvað nefnist búnaðurinn á mynd hérna 3.1? Og þetta náttúrulega straumspennar. Þetta úr teikningunum af Kínabánum. Og að nefna 4 einingar í rafkerfi skipsins sem þessi búnaður á myndinni tengist. Við getum sagt að þetta sé skammhlaups- og yfirálagsvörnin eða yfirstraumsvörnin. Næst straummælirinn, einingin sem sér straummælinguna. Og það álagsjöfnunarbúnaðurinn, það load sharing unit, það þarf straum frá þessu. Og við þurfum í 4. lagi straum frá eftirvægismælinn. Þetta þessi 4, minnst þessi 4, þessi yfirálags- og skammhlaupsvörnin. Það sama einingin, og straummælir, og álagsjöfnunarbúnaður og aflmælir. Þetta talið þessi 4 þætti. Síðan næsta, hvert hlutverk þessa straummælis hérna á mynd 3.2? Og hlutverk straummælisins það að sýna útleiðslustrauminn, lekastrauminn, útleiðsluna í skipinu, milli jarðtengiskynjunar og núlltengiskynjunar. Þetta útleiðslan í skipinu. Og aðeins að sjá hvort að straumspennir, straummælir, aflmælir, afljöfnun, yfirálags- og skammhlaupsvörn, og útleiðslumæling þetta hérna. Það hlutverk straummælisins, hann sýnir útleiðsluna. Og hvað kemur meira hérna? Við erum með, ef raunálag á rafalag 126 kW, hvað þá afl og fasa? Og þá það 126 deilt með 3. Þannig að hér verður hérna reiknum við þetta þannig að afl og fasa það heildaraflið 126 kW deilt með 3, og þá fáum við hérna 42 kW. Þannig að ef að stæði hérna kannski 126 deilt með 3, ekki með rótina 3, heldur bara deilt með 3, þá væri það líka rétt svar. Ok, síðan spurt hérna, hvaða upplýsingar gefur kúluprófun á rafmótor og hvenær hún framkvæmd? Og þegar þarf að skipta völ, að vefja mótor aftur upp, þá þetta framkvæmd áður en að mótorinn fer í lökkun. Eftir að búið að lóða saman endana á vöfunum, sem ný, sem búið að leggja inn í mótorinn, eftir að búið að lóða, þá kúluprófa framkvæmd áður og athuga hvort að kúlan eltir hverju segulsviði. Ok.
Svo getur við, þannig að við erum þetta hérna, já. Það er þetta hér. Já. Hoppa ég yfir hérna. Já, ok. Það hérna einhverjar aðrar spurningar hérna líka. Já, þá höfum við fleiri spurningar úr að móða hérna. Hér líka spurt hver eru lágmarkskröfur skipareglugerðar einangrunargildi rafmáttar í skipum. Þetta tvöfalt einangrunargildi landkerfa, það 2000 ohm fyrir hvert volt málspennu. Ok. Og svo spurt hvað munur á dalandi mótor og 4 póla skammhlaupsmótor. Sem sagt, dalander pólskiptur og 2 hraða mótor, en 4 póla mótor ekki pólskiptur og hann bundinn sínum pólafjölda með 1 hraða á hverfisögusviðinu. Ok. Síðan samfösun hérna. Sjá, svo var hérna, já, hver munur á dalandur mótor og 4 póla skammhlaupsmótor. Já, það var hérna líka í þessu. Síðan komið samfösun hérna. Hvaða 3 skilyrði þarf að uppfylla fyrir samfösun? Og það sama spenna sé á rafalashaftinum, spennan hafi sömu tíðni og rétta augnablikki sé valið. Og svo spurt hérna útskýru hver snúningshraði rafala sem á fasun á net á að vera með neti og hvers vegna. Snúningshraðinn þarf að vera aðeins hærri en á netinu til þess að rafalinn gefi smá afl frá sér inn á netið því annars tekur hann afl frá netinu og slær út ef bakaflið nógu mikið. Þá það bakaflsvörnin sem myndi slá út. Þess vegna þurfum við að hafa hann aðeins meiri snúningshraða. Og hér spurt hérna útskýru hvernig gengið skugga að tenging á milli rafala og net sé rétt þegar hann fasaði við net í fyrsta skipti eða til dæmis eftir viðgerð. 3 ljós tengd á milli fasa þannig að hvert ljós sé tengt á milli samsvarandi fasa á neti og rafala. Þeir samfassunarljósin. Ef fasaröðin rétt munu ljósin blikka í takt. Það slökknar og kviknar á þeim samtímis. Og síðan hérna til þess að ná hámarksafli út af rafala, þá nóg að straummælir sé í hámarki og fasvikið sé 0. Þá hérna náum við hámarksafli út af rafala. Þetta sem sagt afl. En straummælingin náttúrulega, ef við verðum að þá fullt straumála, þá verður í rauninni öðruvísi. En ok, ég þarf aðeins að loka hérna, það einhverjir komnir hérna. Sko, þá hérna varðandi einfasamótora, já, þá erum við með að nefna 3 ræsiaðferðir á einfasa skammhlaupsmótorum. Það þéttisræsing, viðnámsræsing og liðaræsing. Síðan, já, þetta var það sama hérna, ok. Hámarksafl, já, við vorum búin að fara í gegnum þetta. Þetta var í prófinu hjá ykkur. Og einfasamótor, já, 3 ræsiaðferðir á einfasa skammhlaupsmótorum.
og síðan er hérna spurt hver eftirföllum fullyrðinga er rétt. Skuggapólsmótor þurfum ekki viðhald, skuggapólsmótor er góðið þar sem er sprengihætta, skuggapólsmótor er notaður í handverkvæðum, skuggapólsmótorar er notaður í þvottavéladælur. Það er rétt hérna. Síðan hér þéttirinn sem er utan á flestum einfasa skammhlaupsmótorum er til að minnka fasvik, nei, jafnaði gangi, nei, fá rétt fasvik, nei, fá rétt fasvik milli vafana. Það er til þess að ræsi og kannski þetta gangtéttir, ég veit ekki, allavega til þess að fá rétt fasvik á milli vafana. Það er hlutverkið sem að þéttirinn hefur. Ok. Síðan er hérna reikningsdæmi með 2,2 kW mótor. Það sjá hérna, já, skuggapólsmótor er notaður í þvottavéladælur, það var hérna. Og þéttirinn sem er utan á einfasa skammsmótorum er til þess að fá rétt fasvik á milli vafana, milli hjálpavafsins og aðalvafsins. Svo er hérna 2,2 kW mótor, hann er tengdur við 230 V net, nýtnin hans er 75%. Afstöðullinn er 0,85. Hve mikið straum tekur hann frá neti? Við erum með hérna, við þurfum að finna út alveg eins og áðan þegar við vorum með 3 fasa mótorinn, það er alveg eins með 1 fasa mótorinn, það sem að stendur á honum er aflið út, út. Hérna er 2,2 kW sem að skila frá sér sem sagt breytir rafafli í hreyfiafl. Og þá þurfum við með, að því að við vitum nýtnina, deilum við 100, þetta hérna var 0,75, deilum við því, það er aflið, þá finnum við aflið inn. Snúum sem sagt nýtniformúlunni fyrir aflið inn, fáum við hérna 2200 deilt með 0,75. Og þá er þetta 2933 vött. Og notum það til þess að reikna strauminn sem hann tekur frá neti. Þá deilum við með spennunni og raunafstöðlunum. Ósví. Passið ykkur á einu, sko, af því að þetta er einfasa skammhlaupsmótor. Hverju sleppum við þá? Jú, við erum ekki með rótina 3. Þetta er einfasa. Eins og við sjáum þessi formúla hérna, það er ekkert rótina 3. Þannig að þá deilum við bara með spennunni og kósví í stöðunni. Og þá kemur út úr þessu hérna 15 ampere. Þar með er ég búin að fara yfir þetta próf og þá ætla ég bara að loka upptökunni